Þetta var Elvis, en þið eruð að hlusta á útvarp Lífen á Rífen, FM Rífen. Ég heiti Rottweiler og hef setið hér með ykkur frá því á sunnudaginn og verið með ykkur alltaf. En hingað til mín í hljóðstofu útvarps Lífen á Rífen FM Rífen er komin fyrsti viðmælandi þáttarins, sá heitir Jónas Hannes og er formaður nýstofnaðra samtaka hér í bæ. Sæll, Jónas Hannes. Sæll. Þú ert formaður samtaka fólks sem misheyrist, segirðu? Nei, fólks sem misheyrist. Já, ég sagði það. Nú, fyrirgefðu. Mér heyrist þú segja... Já, það skiptir nokkið máli. Segðu mér, Jónas Hannes, hvernig kemur það til að fólk sem misheyrist stofnar með sér samtök? Það er svona 2-3 í viku og þá helst bara í trúboðastellingur þó ég sjá nú ekki alveg að það kemur málunum við. Þetta er nú svolítið persónleg spurning. Fyrirgefðu. Viltu ekki frekar spyrja mig samtökin en að vera nýsast í kynlíf okkar hjónum? Já, ég var nú að því. Ó, sagður samtök? Já. Fyrirgefðu. Ég heyrist þú segja kynmök. Nei, ég var ekkert að því. Ég hef kannski ekki talað alveg nógu skýrt, fyrirgefðu. Ég áttaði mikið á því að þér misheyrist. Já. En ég sem sagt alltaf ekki spurði um neitt annað en bara þessi nýstofnuðu samtök. Kynmök? Heyrðu, þú ert nú bara við kynlíf á heilanum. Ég er í forsvari fyrir stuðningshóp fólks sem misheyrist. Sagður ekki örugglega kynmök? Hvað eru margir í þessum samtökum? Það væri þá helst hundastellingin. Þá ég sjá nú ekki alveg hvað það kemur þig við, sko. Viltu ekki frekar? Spyrja mig bara út í samtökin frekar. Heyrðu, fyrirgefðu, varst þú nokkuð í viðtali við útvarp Þórs á Höfn í gær? Ha, ég? Nei. Nei, það er bara komið við hérna til mig þar sem að mér bent á það að í viðtali við útvarp Þórs á Höfn hafi í gær verið eitthvað fífl sem þóttist vera í forsvari fyrir samtök fólk sem misheyrðist. Hann hefur nú verið að sunna undanfarna 2 daga, sko, en hann spáði því að hann fari að þykna og... Já, þessi maður sem þar var í viðtali fór einmitt að tala bara um kynlíf sitt og konuna sinna. Og snúast í vaxandi norðanátt, sko, og hugsanlega smá úrkomu... Það hefur ekki verið þú. Þetta er nú spáinn, en þú veist sjálf hvað þessi veðurfræðingar vitlausir, viltu ekki frekar spyrja mig bara um samtökin? Þessi samtök fólks sem misheyrist, eru þau nokkuð til? Jó, reyndar var hún óspjalluð, fyrst við kynntumst og ekki að það hafi háð okkur neitt í kynlífinu neitt, en... Jónas Hannes, ég er að spyrja þig hvort þú hafir ekki þessi samtök bara að yfirvarpi til að geta talað um kynlíf þitt og konunar þinnar opinberlega. Þú sé ekki til þessi samtök og þér misheyrist ekki neitt. Nei, konunni mér finnst bara óbragð af honum, hún bara kúast ef hún setur hann upp. Veistu, mér er það bara alveg nákvæmlega sama, ég hef engan áhuga á kynlífi þínu, sem mér by the way virðist afar óspennandi. Kynlífi? Varstu að tala um kynlífi? Nei, ég var að spyrja þig um þessi fucking samtök sem þú þykist vera í forsvari fyrir. Fyrirgefðu, við heyrðist þú vera að spyrja mig um kínverskan mat. Kínverskan mat? Já, konunni mín finnst hann bara eitthvað ógíslegur og eins og ég segi þá bara kúast hún ef hún setur hann upp sig. Þess vegna förum við nú sjaldan á kínversk veitingahús. Heldurðu virkilega að ég sjá ekki í gegnum þig? Hvað meinarðu? Heldurðu að ég sjái það ekki að þú hefur logið upp þessum fáránlegu samtökum til þess eins að hafa löglega afsökun fyrir því að tala um kynlíf ykkar hjónanna í útvarp. Fólk á að hugsa með sér, ég greið hún með misheyrist. Hann hefur haldið að væri verið að spyrja um kynlíf þegar var verið að spyrja um samtök fólk sem misheyrist. Það er ekki það. Hvers vegna þú ert svona upptekinn að tala um þetta kynlíf ykkar skilji nú ekki af því sem ég hef nauðugur viljugur fengið að heyra um það. Það er ekki eins og þetta gauf ykkar sé eitthvað til að vera básúna út borg og bí, svo sem. Nei, það er nú ekki mikil umferð en sem komið en hún fer nú líklega þyngja bara eftir sem líður komum til hot og lætur bara að þau hafi misheyrst og fyrir að tala um eitthvað allt annað svo þú þurfur ekki að hafa eitthvað vörnum fyrir perrættakonu. Það er ekki satt. Vertu úti. Út með þig. Ég vil það ekki. Þú ert að klikka. Út með þig. Vertu úti. Út. Meiri vitleysan sem maður lendir í hérna. Jæja. Allir sé ekki best að saga bara af sér aðra löppina þá til að hafa einhvern vísi að dagskráðina og það sé náttúrulega ekki kannski eitt sérstaklega frumult. Búin að saga þér báðar að mér maður. Shit, jæja. Já, ég get þá í staðinn brotið því með tennurnar með því að byrja þetta grjót hérna.